you know
hann var byggður þegar og arkitektin, og að hrósa arkitektan líka. Bara hvernig hún datt bara í hug að byggja þetta, þú veist. Þetta er alveg fyrirmynda svona arkitekt eða eitthvað, hvort arkitekt er þetta, ég veit það ekki. Það er búin að hætta streymi. Já. Á hverju? Bara prófa. Getum ekki Ég nenni þessu ekki. Heyrðu, ég er að spá að fara niður, ég nenni ekki að taka viðtal við ykkur, sko. Já, þá tekur ég. Já, heyrðu, ég ætla að taka við hérna og taka örstutt viðtal við nemendur ef þið leyfa mér það. Við sem sagt erum að nálgast hérna vinsælasta staðinn í skólanum. Það eru sófarnir. Komið sæl, megum við taka viðtal við ykkur. Já. Og við erum að streyma. Þetta er svona tilraun með streymi. Það var Lillu fyrst, hún er í geggjuðu skapi. Nei, ég ætla að stjórna þessu sjálfur. Ég tala við þær fyrst. Stelpur, hvað heitið þið? Ég heiti Arna, ég heiti Bríet. Og hvað er að gera akkurat núna? Læra kynjafræði. Já. Þessir sófar hérna, er það satt að þetta sé vinsælasti staðurinn í skólanum? Já, ég myndi segja það líka. Hvað gerir fólk í sófanum fyrir utan að læra? Það hefur símanum og spjallar og borðar og chilla bara svona. Já, slakar á. Og hvaðan komið þið? Hvammstanga. Já, báðar frá Hvammstanga. Er mikill munur á Hvammstanga og Sauðárkróki? Já. Já, heila. Hvað hafi verið fljótastar í bíl á milli? Örugglega klukkutími, 20 mínútur eða eitthvað. Já, eitthvað þannig. Já, ég held það. Vitið þið hvað þetta er langt? Nei. Nei, ekki alveg. Ekki alveg. Akkurat held ég 100 kilometrar. Já. Hér er Markús Máni. Já. Sæll, hvað ertu að gera hér í sófanum? Ég var að klára próf í íslensku. Og hvernig gekk? Gekk ágætlega. Ágætlega með við það að ég læri ekki neitt. Er það standard hjá þér að læra ekkert fyrir prófi eða var þetta bara tilviljun? Það er ákveðin standard. Þannig að ég nenni oftast ekki að læra. En að því við erum að streyma þessu beint, ætlarðu þá að lofa því að læra undir næsta próf? Já, ég mun læra fyrir næsta próf. Ég lofa því. Það er flott, takk fyrir. Jæja Lilla, hvað er að frétta þér? Bara allt fínt, sko. Þú heitir Hrafnhildur en ert kölluð Lilla, af hverju? Sko, það er nú bara því að amma mín hét Sigríður Hrafnhildur og var alltaf kölluð Lilla og ég skýrði höfuð henni, þannig að það var bara kallað mig Lilla líka. Nú varst þú á þínum yngri árum að keppa í fótbolta, ertu ennþá að því? Já, ég er ennþá í fótboltanum. Og hvernig er staðan hjá okkur stólastelpunum núna? Hún er bara góð, sko. Bara, við erum í smá pásu núna og svo fyrir tímabili bara bráðum að byrja aftur. Er ekki alltaf hættulegt að vera í svona pásu? Nei, ég held að það sé bara nauðsynlegt að fara í smá pásu. Fá smá pásu til að hvíla sig og svo byrja aftur. Eru þá ekkert að æfa þegar þið eru í pásu, bara að safna andlegu þreki og svona? Sko, það er misjafnt. Stundum fer maður í ræktina eða eitthvað og hreyfa sig eitthvað aðeins meðan maður er í pásunni. En svo, þetta er bara mánaðarpása, þannig að svo byrja ég bara aftur. Hvernig finnst þér að vera hérna í sófanum? Þetta var bara fínt. Bara mjög næs. Takk fyrir það. Við höldum áfram. Heiðmar, yfir til þín. Hvert? Takk fyrir. Já, þakka fyrir þetta, Árni. Eins og heyrðu þá er ég svolítið feiminn, þannig að ég gat ekkert tekið við þessu viðtali. Eða svona
tekið viðtal. Þannig að en ég er mjög góður í að narrata. Þannig að við bara förum niður pottþétt ekki skiptum, hún var ekki með byggingunni. Ég hins vegar er með byggingunni sem var byggð 1979 og við fylgjum á byggingunni ár. Og það er okkur til mikillar heiður, en við getum sagt ykkur það að þetta er alls ekki frá 1979, þetta er frá eiginlega bara hitt í fyrra eða eitthvað. Og man ég ekki eftir því að þetta hafi verið þarna. En við erum komin aftur, takk fyrir mig. Heiðmar á. Takk fyrir mig og takk fyrir að horfa.